Í dag skulum við gefa okkur tíma til að hugsa páskalambið í gegnum predikunina sem heitir Páskar, hátíð kraftaverkana. Förum í önnur Mósebók, kafla 12, vers 11. Þannig skulu þið neita þess, þið skulu vera giftir lendar, með skó á fótum og stafi í höndum. Þið skuluð eta það í flýti, þetta eru páskar drottins. Þessa sömu nótt gengi ég Egyptaland og deyði alla frumburði í Egyptalandi, bæði menn og skepnur. Ég mun einnig framfylgja refsidómum á öllum guðum Egyptalands. Ég drottin. Blóðið skal vera tákn ykkar á húsunum sem þið dveljist í. Þegar ég sé blóðið gengi ég fram hjá ykkur og þið verðið ekki fyrir hinu banvæna höggi ég lýst Egyptaland. Þessi dagur skal verða ykkur minningadagur. Þið skuluð halda hann sem hátíð fyrir drottin. Kynslóð eftir kynslóð sé það ævarandi regla að þið haldið þessa hátíð. Loforð Guðs og náð kraftaverka fylgdu alltaf þeim sem héldu páskahátíð. Við skulum snúa okkur að Sálmarnir, kafla 9, 10 og 1, vers 7. Þótt 1000 falli þér við hlið og 10.000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottin, þú hefur gert hinn hæsta athvarfið þín. Engin ógæfa hendir þig og engin plága nálgast tjald þitt því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Ekki loforðið sem Guð hefur gefið fólki sínu, sem heldur páska hins nýja sáttmálans, svo dýrmætt, náðugt og stórkostlegt. Guð kennir okkur hvers vegna páskamáltíðin ómissandi sannleikur á þeim tímum sem við lifum á núna. Við skulum skoða Esekiel kafla 7, vers 2. Mannsonur, svo segir drottin Guð við land Ísraels, endir komin, endirinn fyrir 4 horn heimsins. Nú endalok þín komin, ég sleppi lausri heift minni gegn þér og dæmi þig samkvæmt hægðun þinni og launa þér svívirðingar þínar. Ég mun hvorki líta þig væðarög en ég sýna þér miskunn. Heldur mun ég launa þér breytni þína og svívirðingar þínar skulu vera mitt á meðal þín. Þá skulu þér skilja að ég drottin. Svo segir drottin Guð, ógæfa og ógæfu ofan, hún yfir dunin. Endir komin, endalokin orðin, endalokin komin yfir þig. Nú komið að þér, íbúi landsins, tíminn komin, dagurinn í nánd. Það eru svo margar óþekktar hörmungar að eiga sér stað þessa dagana. Ertu ekki sammála því að nýja sáttmála páskamáltíðin sé nauðsynlegasti sannleikurinn á þessum tíma? Þess vegna sagði Guð að fólk hans ætti alltaf að hafa tákn á enninu til að forðast hörmungar. Við skulum lesa orð Guðs í Esekiel kafla 9, versi 3. Dýrð Guðs Ísraels hafði hafið sig frá kerúbunum sem hún hafi verið yfir og fært sig að þröskuldi hússins. Þá hrópaði drottin til mannsins, sem bar lyngklæðin og hafði skriffæri við mjöðum sér. Og drottin sagði við hann, gaktu gegnum miðja borgina, þvert í gegnum Jerúsalem, og skrifaðu tákn á enni þeirra manna sem andvarpa og kveina yfir öllum þeim svívirðingum sem framdar í borginni. Við skulum nú lesa vers 5. En við hina sagði hann að mér áheyrandi, gangið á eftir honum í gegnum borgina og höggvið. Lítið engan væðarauga og sýnið enga miskunn. Þið skulu deyða og tortíma öldruðum, piltum og stúlkum, börnum og konum en þið, hvað verður þá sem hafa merkið? Megið engan snerta sem táknið á. Ekki skrifað í 2. Mósebók, kafla 12 þeir sem smurðu blóð páskalamsins á hús sín. Þá kom eyðingarengillinn ekki með ógæfu yfir þá heldur gekk fram hjá þeim. Setjið merki á enni þeirra sem harma og kveina yfir öllum þeim viðurstyggðum sem þar eru framdar. Snertið engan sem hefur merkið. Þetta eru þeir sem hljóta hjálpræðið.
Þess vegna fóru hamfarir fram hjá þeim, ekki í gegnum þá. Páskahátíðin er nauðsynlegur sannleikur fyrir okkur, þar sem við lifum á tímum hamfara. Förum í Lúkasarguspjall kafla 22, vers 7. Þegar sá dagur ósýrðu brauðanna kom slátra skyldi páskalambinu sendi Jesús þá Pétur og Jóhannes og sagði, farið og búið til páskamáltíðar fyrir okkur. Hvað sagði Jesús páskana? Farið og gerið ráðstafanir fyrir okkur til að neyta páskamáltíðarinnar. Vers 9. Þeir sögðu við hann, hvar vilt þú að við búum hana? En hann sagði við þá, þegar þið komið inn í borgina mætir ykkur maður sem ber vasker. Fylgið honum inn þangað sem hann fer og segir við húsráðandann, meistarinn spyr þig, hvar er herbergið þar sem ég get neytt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum? Hann mun þá sýna ykkur loftsal mikinn, búinn hægindum. Hafið þar viðbúnað, þeir fóru og fundu allt eins og hann hafði sagt og bjuggu til páskamáltíðar. Og stundin var komin gekk Jesús til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá, hvernig leið Jesú? Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Förum í vers 19. Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gerið þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kaleikur er hvers konar sáttmáli. Hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir hvern? Fyrir yður er úthellt. Páskar nýja sáttmálans, sem hann þráði heitt að halda, voru stofnaðir af einlægu hjarta Krists. Við skulum grafa páska, hátíð kraftaverkana, í hjörtu okkar enn á ný. Ég bið ykkur innilega að verða þeir sem komast inn í himnaríki. Með þessu vil ég ljúka ræðu dagsins. Þakka þér kærlega fyrir.